Já, formaður Varðar, ágætu félagar, gaman að sjá ykkur hér í kvöld. Bara þegar ég var boðaður á fund, þennan góða fund með 16 frummælendum, þá þorði ég ekki annað að taka glæru með mér. Ég held að allir myndu gera það sama, en ég er kannski svo eini. Sjáum til með það. Farið við nokkur atriði. Ísland er að breytast í borg-ríki. Erlendis notum við skilgreininguna, kannski 70-80% landsmanna eru komin á sama svæði, þá er þetta borg-ríki. 38% landsmanna búið í Reykjavík, 70% á suðvesturhorninu. Það er rauninni bara spurning tíma hvenær við verðum að alvöru borg-ríki. Þetta er þróun í landinu og hlutverk okkar í þessari þróun. Við borgaryfirvöld við eigum að skapa góða umgjörð til búsetu, skapa hér skemmtilega borg og það er bara þannig að við erum viðspyrnan í landinu gegn fólksflótta til útlanda. Við sjáum það að fólk streymir að landsbyggðinni til Reykjavíkur eins og gerum allan heim. Fólk streymir út dreifbýli í borgirnar. Það er bara ein borg á Íslandi og það er þessi viðspyrna gagnvart útlöndum sem við höfum. Þannig að okkar hlutverki það að gera þetta mjög góðri borg, enn betri borg og laða þá heim sem fara til útlanda í námið að vinnu, fá þá heim aftur og missa ekki allt fólk til útlanda því að hættan er þetta svo að þá fækki Íslendingum sem við viljum að sjálfsögðu ekki. Við gerum þetta best með því að veita góða grunnþjónustu, við eigum að hafa lága skatta og ábyrga fjármálastjórn. Við þurfum að fjölga búsetukostum ungs fólks, við þurfum að gera sem flestum kleift að eignast húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Þetta hefur misheppnast á undanförnum árum, ekki síst vegna þess að húsnæðisverðið hækka upp úr öllu hófi, meðal annars vegna þess að það var framkallaður hér lóðaskortur fyrir 10 árum og uppboðsstefna í framhald af því. Við eigum að standa við samkomulag sem við gerðum við íbúa uppbyggingu Úlfarsárdal, við eigum að efla leigumarkaðinn og við eigum að skapa framboð af ódýrum lóðum. Reykjavíkurflugvöllur. Ég er á móti því að flæma flugvallarstarfsemina úr Vatnsmýrinni eins og er lagt til í nýju aðalskipulagi. Samkomulagið fræga felur meiri í sig frestun heldur en að þessu verði snúið við. Ég tel að við fráleitt að við tökum undir það hugsun sem þar kemur fram. Það hefur verið fjallað mér hér á undan mér. Svona 1% af vinnumarkaði Reykjavíkur er á flugvallarsvæðinu, tengist flugvallarsvæðinu með beinum hætti. Það myndi hvergi gerast annars þar í heiminum held ég að margir stjórnmálamenn myndu tala það með einhverju léttúð að taka burt vinnustað þar sem 1% vinnuaflsins vinnur með beinum hætti. Önnur samgöngumál, hnekkja aðgerðaleysisstefnu Besta flokksins og Samfylkingar, taka upp samningi við ríkið og fá aftur stórframkvæmdir í vegagerð til Reykjavíkur sem þeir hafa hafnað, efla ólíka samgöngukosti og forgangsraða í þágu umferðaröryggis. Bara með því að gera það, þá er alveg ljóst að við munum fara í nokkur mislæg gatnamót sem fækka slysum og minnka mengun. Við þurfum líka að endurskoða staðsetningu nýrra miðstöðvar almenningssamgangna, þannig að hún þjóni, þetta er svona súper skiptistöð, þannig að hún þjóni öllu höfuðborgarsvæðinu og öllum hverjum Reykjavíkur, en núna hefur meirihlutin sett hana án úttektar niður í 101 á Vatnsmýravegi. Sundabrautin, ég sá að ég hef svolítið verið spurður hana. Það er auðvitað mjög spennandi kostur, þarna sjáum við allar leiðirnar. Þegar staðarvalið var gert 2008, þá var að sjálfsögðu bara Icelandic Style, það var dýrasta leiðin var valin og ég var að uppreikna daginn, hún kostar 50 til 55 milljarða. Við þurfum bara að hafa þetta í huga þegar við höldum áfram með málið. Ég sé ekki fyrir mér að það verði farið í Sundabrautina næsta kjörtímabili þessi leið sem kostar þetta. Jafnvel ekki einkaframkvæmd, við þurfum að fjalla það. Og ég held almennt að þessi kosningabarátta sem er framöndan, hún verði ekki barátta inn á stóru loforð upp á 10 milljarða. Ég held að við verðum að það verði að vera raunhæfari barátta en svo. Menntamálin skipta miklu máli. Við getum svo sannarlega bætt menntun í Reykjavík. Við rekum eitt dýrasta grunnskólakerfi heimi, því miður er árangurinn ekki alveg í samræmi við það. Ég held að við getum sagt að við eigum að gera menntamálin að miklu kosningamáli í vor. Þetta kjörtímabil er týnda kjörtímabili í framþróun menntamála í Reykjavík, menn hafa eytt tímanum í orku tíma og orku í rifrildi í stað raunverulegra umbóta. Það voru litlar breytingar. Viðhald skólabygginga hefur verið vanrækt og þarna eru svona 9 lyklar af því sem ég tel að við erum að gera í skólamálunum til þess að bæta þau. Þetta er langdýrasti málaflokkurinn í rekstri
rekstri borgarinnar. Draga úr miðstýringi, efla iðn- og tæknimenntun og svo framvegis. Málefni eldri borgara, þau hafa líka setið á hakanum. Við þurfum að tryggja lóðafrí þjónustuíbúðir þeirra, fjölga hjúkrunarrýmum og svo framvegis. Það er verk að vinna eftir aðgerðaleysi þessa meirihluta sem við með samstilltu átaki munum hrekja frá í vor. Takk fyrir það.